Viska til frelsis, 29. kafli, Gamla sálin. Sálin er eilíf meðvitund sem kemur úr Guðs orkunni og henni fær ekkert grandað. Það er ekkert hér í jörðinni sem grandað getur sálinni. Líkaminn er tímabundi faratæki sálarinnar og hluti af hinnu jarðnesku hringrás. Í Guðs orkunni er engin stéttaskipting og engin er öðrum æðri, allir eru jafnir. Þannig á þetta við sálirnar sem líkamnast á jörðinni. Þær eru allar jafn mikilvægar fyrir heildina, hver á sinn hátt. Sálin fæðist hins vegar í ólíkum líkumum með ólíkan húðlit frá lífi til lífs, í ólíku kyni og gegnir ólíkum stöðum í þjóðfélaginu hverju sinni. Allt þetta er til þess gert að skapa sem mestan fjölbreytileika fyrir sálina svo hún upplifi ólíka hluti og aðstæður frá lífi til lífs. Það er hins vegar egóð sem dregur fólk í dilka eftir húðlit, kyni, trúarbrögðum og þjóðfélagslegri stöðu. Það er í raun hluti af þroskaferli sálarinnar að upplifa þessa mismunun sem er andstæða sálarinnar og heimkynni hennar í Guðs orkunni. Fordómar fólks í garð annara er vottur lítinn andlegan þroska og lítinn skilning á lífinu og tilverunu eins og það er í raun og veru. Þess vegna er lífið á stundum krefjandi og sérstaklega samskipti við aðra. Fólk er komið mislangt í þroskaferli sínu og endurspeglar sálnaaldurinn oft á tíðum framkomu viðkomandi. Þroskinn og meðvitundin hækkar frá lífi til lífs og þar með skilningurinn á lífinu og tilverunni. Ekkert er meira og merkilegri en annað. Gamla sálin er hvorki æðri né merkilegri en sú unga. Hún er einungis nokkrum skrefum á undan. Sálin velur sér persónleika og einkenni eftir aldri sínum. Unga sálin er framfærin og ákveðin sem eru verkfæri hennar til að ná frama í lífinu á meðan gamla sálin er orðin værukær og róleg og kýs að vera í ró og næði úti í náttúrunni. Þegar sálin er orðin gömul og komin á síðustu líf hér á jörðinni, skynjar hún og meðtekur að hún er hluti af öllu sem er og er hluti af einingu alls sem er. Þá byrjar hún að sjá yfir greiningar á húðlit fólks, kyni, trúarbrögðum, stétt og stöðu. Gamla sálin byrjar að skynja sálina sjálfa og hún sér heildarmyndina í lífinu og tilverunni. Því er hún góð og þægileg í samskiptum við aðra. Oft á tíðum virðist gömul sál vera löt í sínu jarðneska lífi því frægð og frami er ekki lengur keppikefli, heldur að fá að njóta lífsins, skoða náttúruna og fólkið í kring. Hún hefur yfirsýn og hefur gaman að því að skoða annað fólk og sjá hvað það er statt í ferlinu. Hún hefur gert upp sínar skuldir við aðra og er byrjuð að takast á við sjálfan sig og sitt innra eðli. Hún er byrjuð að leita að uppruna sínum og að veginum heim þaðan sem hún kom í byrjun. Loks þegar hún er tilbúin hefst andleg vakning og einstaklingurinn fæðist í andanum og byrjar að frelsa sálina frá blekkingum, ótta og sundrungu. Þegar hér er komið við sögu hefur sálin farið langan veg í för sinni. Hún hefur lifað ólíkum lífum sem umrenningur, konungur, verkamaður og forstjóri. Verið sem maður og kona á víxl og í dökkum og ljósum líkama. Hún hefur upplifað og tekið þátt í ólíkum trúarbrögðum og upplifað ólík fjölskyldumynstur. Alla þessa reynslu og upplifun tekur sálin með sér inn í Guðsorkuna og reynsla hennar verður reynsla heildarinnar. För sálarinnar hér á jörðinni er krefjandi skóli og stundum eru verkefnin sem sálin gengur í gegnum óbærileg og virðast óyfirstíganleg. Vertu ávallt hugrakkur og staðfastur og leystu þau verkefni sem til þín koma. Þau eru til þess gerð að þroska þig og hjálpa þér upp á við og að lokum myndu uppskera árangur erfiðisins.